Ja, Brynjar, hvernig bara tilfinningin akkurat núna, æfandi klára núna seinast leikinn í allan að bílum í Víking Ólafsvík? Bara geðveikt, fullkomin endir. Stóri sigurinn fyrir mig þetta haf af Víkingum, mætur á leikinn, sameina Víking aftur og svona, ég sagði við strákuna fyrir þennan leik að þetta er Víkingur Ólafsvík, spilandi stóra leiki fyrir framan okkar fólk og bara, eins og ég segi, bara hálf klökkur og þú veist, bara fullkomin endir fyrir mig, bara ótrúlega þakklátur. Hvernig bara tilfinningin, eins og þú segir, kannski sama spurningin, en eins og þú segir, sjá alltaf fólk hérna og eins og Seltjarnarnes líka í fyrri umferð, þetta getur gefið liðinu byrjundu báða vængi myndi maður halda líka bara fyrir næsta tímabil. Ég vona að það sé einhvern veginn hægt að nýta þennan meðbyr núna og að næsti maður, Tómas Lúpa, geti fáið svona þennan stuðning og þennan meðbyr og reyna að koma Víking Ólafsvík áfram upp, reyna að koma Víking á eins háan stall og mögulegt og kannski náðum ekki að fara upp úr deildinni en þá þetta, þú veist, þá sjáum við hvað Víkingur Ólafsvík og hvar við viljum vera, þetta er stórt félag og þú veist, á íslenskan mælikvarða þannig séð, sko, þannig að vonandi að sé þetta byggja á þessu bara strax á næsta tímabili. Luis Alberto, var þetta eitthvað æft hérna í vikunni þessar aukaspyrnur akkurat á þessum stað? Tókum þetta í mjótin í gær. Skilaði sér 2 mörgum? Já, algjörlega. Þetta er bara once in a lifetime mark. Hvernig sást þú þetta hérna á hliðarlínum eiginlega bara í besta sætinu? Ég var eiginlega búinn að sjá þetta sem mark svona 4 sekúndum áður en á komin inn. Ég sá fannst eins og þú segir, geðveikt sjónarhorn, fallegt flug og mikil gleði ég sá hann í netinu. Stólarnir vildu fá vítaspyrnu allan að 2 inn í seinni hálfleik, hvernig sér þú þetta? Sko, ég var að ræða við aðstoðarmanninn minn í þegar fyrra skiptið var, þannig að ég veit það ekki, mér var seinna ekki verið víti en ég held að með kannski viðbröðunar í fyrra, kannski voru þeir óheppnir að fá ekki vítið þar. Bara núna eftir hennar leik, bara hvað tekur við núna eftir tímabil? Þú stýraður í seinast leik núna, allan eins og segi í bili, bara hvað tekur við hjá þér persónulega og hvað vilt þú bara sjá frá Víkingsliðinu núna á næsta árum? Ég sjálfur núna að fara í starf hjá Stjörnunni sem ég bara ótrúlega spenntur fyrir og kannski get ennþá meira núna bara að hugsa út í það. Ég er búinn að vera með fókusinn bara á þessu og Víking og ég er ótrúlega spenntur fyrir því. Ég vona að Víkingur Ólafsvík haldi áfram að vera félag sem samkeppnishæft, heldur áfram að gefa ungum strákum tækifæri að koma vestur, annarkvort fyrir uppáhaldastráka eða fyrir aðra stráka, hvort sem eru höfuðborgarsvæðinu eða Skaganum til að koma vestur í svolítið einangra umhverfi, geta eftir frábærar aðstæður með frábært fólk í kringu sig þú veist, ég vona að Víkingur Ólafsvík haldi áfram að vera þannig eins og í sumar gáum 8 strákum uppeldum mínútur og sumir hverjir í risastóru hlutverki og vonandi fá þeir enda stærra hlutverk á næsta ári og eins og ég segi, bara að Víkingur Ólafsvík haldi áfram að vera Víkingur Ólafsvík, spila með hjarta og vera svona fjölskyldu lið eins og það hefur alltaf verið. Brynjar, gangið vel framtíðinni, ég var að fagna, takk fyrir gangu vel.